Tveir menn voru hætt komnir eftir að hafa lent í sjónum á Akranesi í morgun í óveðrinu sem gekk yfir landið. Annar þeirra er á gjörgæslu. Stór tjón varð á Granda í Reykjavík. Ísraelsstjórn sakar Hamas að hamstra hjálpargögn sem koma inn á Gaza. Forsætisráðherra Ísraels segir tímabært að Palestínumönnum verði frjálst að yfirgefa Gaza. Óvíst er hvort þyrlur geti lent við nýjan Landspítala við Hringbraut. Þyrlulæknir segir brýnt að ákvörðun verði tekin sem fyrst því líf liggi við. Rjómi. Já, það besta við bollurnar er rjóminn, segja krakkarnir á leikskólanum Hvammi í Hafnarfirði sem úðuðu í sig bollum í tilefni dagsins. Gott kvöld. Víða er tjón eftir óveður í nótt og björgunarsveitir sinntu fjölmörgum útköllum. Hátt í 700 farþegar í 5 flugvélum sátu fastir á Keflavíkurflugvelli í nótt. Bátar losnuðu við Sandgerðishöfn og sjór gekk þar á land. Þá flæddi inn í Nátthaga, frístundabyggð milli Garðs og Sandgerðis. Íbúar þar komust ekki akandi frá húsum sínum þar sem vegir voru á kafi í sjó og sjóvarnir eru illa farnar. Þá skolaðist sjór, grjót og þari víða yfir vegi á höfuðborgarsvæðinu. Og karlmaður er á gjörgæslu eftir að hafa lent í sjónum við höfnina á Akranesi í morgun. Stór alda gekk á land og hreif hann með sér. Annar maður hafnaði einnig í sjónum, sá er ekki sagður í lífshættu. En María Sigrún Hilmarsdóttir, þú ert á Akranesi, hvernig er staðan þar núna? Já, hér hafa staðið við björgunaraðgerðir í allan dag og byrjuðu náttúrulega í morgun með að ná mönnunum og upp úr sjónum og eins og kom fram áðan þá er annar þeirra á gjörgæsludeild. Hinn er komin úr lífshættu og samkvæmt þeim heimildum sem ég hef er hann bara komin heim til sín. Hann komst að sjálfsdáðum upp úr en þessi sem var inni, þetta var sem sagt fólksbíll og jeppi og maðurinn sem var inni í jeppanum var lengur í hafinu og er sem sagt á gjörgæslu. Nú síðan hafa verið hérna aðgerðir í dag við að reyna að koma bílflökunum upp úr höfninni og hérna þið sjáu fyrir aftan mig þá sjáu þið hérna að það eru hérna bæði björgunarsveitarmenn og kafarar. Kafararnir telja sig vera búin að finna flökin hérna ofan í höfninni og eru búin að merkja þau með baujum. Nú svo sjáu þið hérna að það er krani hérna en hann kom til með að hífa flökin upp úr sjónum þegar að það er búið að krækja í þau. Þetta er erfið aðgerð og það er fjöldi manna komið að þessu og þetta mun sennilega standa yfir eitthvað fram eftir kvöldi. Veðrið hérna er að versna, sjávarstaðan er að hækka og svo er að fara að dimma. Þannig að það geti allt eins farið svo að menn fresti þessum aðgerðum til morguns. En við fylgjumst áfram með og flytjum fréttir eftir því sem að þær berast hérna frá Akranesi. Einmitt það, takk kærlega fyrir þetta, María Sigrún Hilmarsdóttir á Akranesi. Ég heyri ekki neitt. Sjór flæddi inn í atvinnuhúsnæði á Fiskislóð á Granda þar sem stór tjón varð. Eigandi segir að ekki hafi verið brugðist við ábendingum skemmdir í brimvarnargörðum. Rúður brotnuðu og sjór flæddi inn í tónlistarrýmið Marvöðu. Nýverið voru haldnir þar tónleikar og eigandi segir milljóna tjón á hljóðfærum og búnaði. Þetta er aðeins öðruvísi aðkoma núna. Það lítur að vera mikið áfall. Já, þetta er mikið áfall, óneitanlega. Skemmdir urðu á sama húsi vegna stórstreymis og hafróts aðfaranótt laugardags. Það er hér sem að aldan brotnar yfir þennan háa garð. Faxaflóahafnir eiga og reka húsnæðið hér við Fiskislóð 31 og bera ábyrgð á varnargarðinum. Við erum bara held öll húsalengjan í áfalli eftir þetta. Þetta er bara, já fyrst og fremst bara það líka að það hafi ekki verið gert neitt til þess að tryggja öryggi svæðisins þegar var búin að gefa sig brimgarðurinn á föstudaginn. Faxaflóahafnir segja ekki við neinn að sakast í svona náttúruhamförum. Eigendur hússins beri ábyrgð á að verja það en ekki þeir sem leigja þeim lóðina. Faxaflóahafnir hafa verið í viðræðum við eigendurna að hækka garðana en segja að finna þurfi varanlega lausn.
Og hér má sjá hvernig varnargarðurinn hefur brotnað niður og sjórinn hefur brotið sér leið inn í húsið. Það verður ekki spilað á þennan flygil í bráð eða aftur? Nei, þetta lítur náttúrulega bara út eins og einhvers konar post-apokalyptist listaverk hérna. Þetta er þungbært að horfa á þetta. Ég fæ illt í hjartað. En það bara fara að móka út hérna og bara byrja upp á nýtt. Það er ekki neitt annað í boði. Og þá til útlanda. 2 eru látnir og fjöldi særður eftir að bíl var ekið inn á markaði í miðborg Mannheim í Þýskalandi í dag. Bílstjórinn, fertugur þjóðveri, var handtekinn á staðnum og var einn að verki að sögn lögreglu. Hann þurfti sjálfur aðhlynningu á sjúkrahúsi. Lögregla segir hann vera andlega veikan. Talsverður fjöldi var á markanum sem var settur upp í tilefni kjötkveðuhátíðarinnar í upphafi páskaföstu. Markaðir eru víða í Þýskalandi í tilefni hátíðarinnar og viðbúnaður lögreglu mikill eftir árásir undanfarna mánuði. Unsicher, voller Angst und ich bin eigentlich nur in die Stadt gekommen, um einen schönen Tag zu erleben. 5 Minuten davor war ich hier am Stand, habe mir so ein Wurstbrötchen gekauft und bin gerade gelaufen ins Büro. Auf einmal Polizei, alles. Also es war Glück, dass ich weg war, also sonst wäre ich auch einer davon gewesen. Klar, man hat Angst jetzt. Sameinuðu þjóðirnar og þjóðarleiðtogar víða heim hvetja Ísraelsstjórn til að hleypa hjálpargögnum inn á Gaza. Ísraels her sagður undirbúa stórfellda árás. Hátíðahöld í tilefni Ramadan voru heldur fátækleg í tjaldbúðunum í Gazaborgum helgina. حياة يعني لا توصف يعني فيش مكان بنمشي فيه بنروح عليه إلا كله دمار فأنا من هذه الناحية حاولت إني أعمل أي شيء أخلي النفسية ترتاح إنه يكون في راحة نفسية في حياتنا في الخيمة. Ísraels stjórn hefur komið í veg fyrir að hjálpargögn komist inn á Gaza. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði það gert vegna þess að Hamas-liðar stælu öllum gögnum og kæmu í veg fyrir að íbúar kæmust í þau. Talsmaður Ísraels stjórnar sakaði Hamas að hamstra hjálpargögnin og þeir hefðu nægan mat til þess að hrinda af stað offitu-faraldri innan samtakana. Leiðtogar Arabaríkja, auk fleiri þjóðarleiðtoga fordæma ákvörðun Ísraels stjórnar að hefta aðgengi hjálpargagna. Egyptar sem hafa hýst vopnahlésviðræður Hamas og Ísraels segja Ísraels stjórn brjóta gegn Genfarsáttmálunum frá 1949 sem kveður á aðgengi almennra borgara að mannúðaraðstóð á stríðshrjáðum svæðum. Arababandalagið kemur saman á aukafundi á morgun þar sem hugmyndir enduruppbyggingu Gaza verða kynntar. Robert, fyrsta fasa vopnahlésins sem var samið í janúar því lokið. Hvernig gengur að semja framhaldið? Það gengur eiginlega ekki neitt og eins og svo ofta ganga ásakanir á víxlum hvorum sé að kenna. Netanyahu sagði sjálfur í sjónvarpsávarpi í gær að hann vilji framlengja fyrsta fasan 50 daga en Hamas vilja að annar fasinn taki við eins og áður var samið Og Hamas fullirir að Ísraels hafi brotið nærri 1000 sinnum gegn vopnahlénu hingað til og sakar Ísraels stjórnum að nota hjálpargögnin til þess að þvinga þá að samningaborðinu. Og Ísraelska ríkissjónvarpið Kan greindi svo frá því í dag að Ísraels undirbúið stórfellda árás á Gaza. תוכנית הגיהנום, ככה זה מכונה של הממשלה לעזה. נכון מאוד, אז הממשלה בשבועות האחרונים נערכת לאפשרות של חזרה ללחץ מקסימלי על רצועת עזה במטרה להביא לשחרור החטופים. Helvítis áætlun, veitum við eitthvað hvað felst í því? Miðað við heimildir Kan þá á að neyða fólk að nýju á brott frá norðurhluta Gaza og til suðurs. Þar á eftir á að loka fyrir rafmagn og vatn til Gaza og loks lokastig aðgerðarinnar bara stórfelldar árásir á Gaza að nýju. Og Netanyahu sagði í ræðu á Ísraelska þinginu í dag að mögulega verði herinn að ráðast aftur á Gaza á næstunni og svo ítrekaði hann ánægju sína með hugmyndir Donald Trump að flytja Palestínumenn á brott frá Gaza og sagði að það væri komin tími til þess að veita Palestínumennum frelsi til að komast á brott þaðan. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Robert. Utanríkisráðherra hafnar því ekki að Ísland fari á lista forsætisráðherra Bretlands yfir viljugar þjóðir. Þeim þjóðum meðal annars ætlað að tryggja öryggi Úkraínu að undangengnu vopnahléi. Frá þessu
í þetta. You're very, very welcome here in Downing Street. Og í því kristallast gjáin milli Evrópu og Bandaríkjanna. Evrópuþjóðir eru fúsar til að tryggja öryggi í Úkraínu eftir vopnahlé, en Bandaríkjamenn ekki. Ósk Zelenskís einföld. Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем. Trump sakaði Zelenský að leggja allt á eitt spil. Skoðum hvaða spil eru í borði. Trump segist geta komið á friði en hefur ekki útskýrt hvernig. Utanríkisráðherra hans hefur fundað með utanríkisráðherra Pútins. Starmer vill sjá vopnahlé og leggur til að hinnar viljugu þjóðir haldi áfram að styðja Úkraínu og sendi friðargæsluliða að undangengnum vopnahléi. Skiptar skoðanir eru þetta meðal þjóðarleiðtoga í Evrópu. Macron vill 1 mánaða vopnahlé í lofti og á sjó, ekki á landi. Víglínan í Úkraínu er of víðfeðm, segir hann. Bretar segja Frakka enn ekki hafa rætt þetta við sig. Zelenský vill fyrst og fremst frið og síðan tryggingu fyrir því að Rússar ráðist ekki aftur inn í Úkraínu. Og hvað vill Pútín? Það er erfitt að segja. Telur hann markmiðum innrásarinnar náð eða vill hann halda áfram? Friðargæsluliðar NATO-ríkja nærri landamærum Rússlands eða aðild Úkraínu að bandalaginu væri honum að minnsta kosti þyrnir í augum. Utanríkisráðherra sagði við Spegilinn í kvöld að hún hafnaði því ekki að Ísland verði á lista Starmers yfir viljugar þjóðir. En afstaða Íslands er þó skýr. Bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra vilja tryggja að ef friður kemst á í Úkraínu verði hann langvarandi. Þess vegna þurfum við í Evrópu að standa með Zelenský. Óvíst er hvað verður, en á meðan teiningunum er kastað býr úkraínska þjóðin við stöðugar árásir. Þetta er frá Kharkiv í morgun. Óvíst er að lendingaraðstaða fyrir sjúkraflug verði við nýjan Landspítala. Samkomulag er lendingar í Nauthólsvík. Læknir segir það valda töfum sem geti kostað líf. Stefnt er að því að taka nýja Landspítala í notkun 2030 eftir 5 ár, en ýmislegt er ófrágengið, þar á meðal hvort og hvernig þyrlur geta lent með veikt og slasað fólk við spítalann. Ekki rými fyrir þyrlupalla á jörðu niðri, en hugmyndir hafa verið að koma fyrir lendingastað á þaki rannsóknarhúss spítalans, en ákvörðun hefur ekki verið tekin. Hins vegar er samkomulag allra aðila sem að málinu koma að það verði jafnframt lendingarstaði fyrir þyrlur í Nauthólsvík og síðan mun tíminn leiði ljós hvernig málum verður nákvæmlega háttað hér með þyrlupall ofan á rannsóknarhúsinu. Frá lendingarstað á starfsvæði Landhelgisgæslunnar í Nauthólsvík er 3 kílómetra akstur að spítalanum sem tekur mislangan tíma eftir umferð og færð. Við vitum það að það er bæði tímamunur og áhættumunur að lenda með sjúkling á palli beint á sjúkrahúsinu þar sem við spörum heilmikinn tíma versus það þurfa að lenda með sjúkling hérna í Nauthólsvíkinni og þarna erum við að tala þegar við bestu aðstæðulætur 20 mínútna mun. Hvað getur 20 mínútna munur þýtt? Já, ef við erum að hugsa sjúkling sem er illa slasaður og þarf á blóði að halda eða svona fjölaverkateymi og skurðaðgerð, þá geta 20 mínútur þýtt í raun og veru munurinn á lífið að dauða. Hvort og hvernig hægt er að koma palli fyrir á þaki hússins ræðst meðal annars af stærð þyrlnanna. Ef að stórar leitar- og björgunarþyrlur eins og er í notkun hér í landinu í dag eiga að lenda ofan á húsinu, þá þarf pallurinn að vera nokkuð hár ofan á húsinu, nánast eins og turn ofan á húsinu, til þess að valdi ekki skarkala á jörðinni þegar þyrlurnar koma og fara. Þá eftir að vinna nánar úr þessum málum. Húsið sjálft er 18 metrar og þessi turn er næstum jafn hár eða 17 metrar, samtals 35 metrar eða hátt í hálfhæð Hallgrímskirkju. Það eru 5 ár í að nýr spítali verið tekin í notkun. Yrði þyrlupallur komið þá? Tíminn mun leiða það í ljós. Forseturnar liggja allar fyrir, þannig að það þarf að taka ákvörðun það hvort það eigi að vera þyrlupallur þarna ekki. Framkvæmdir standa yfir við að bæta og breikka veg að einni vinsælustu lundabyggð landsins. Vegurinn að Hafnarhólma á Borgarfirði eystra hefur verið einbreiður og hættulegur á köflum þrátt fyrir mikla og vaxandi umferð. Í lundavarpið í Hafnarhólma á Borgarfirði eystra komu 67.000 ferðamenn í fyrra. Þar er hægt að skoða lunda í miklu návígi og virðist sambúð lundans við ferðamenn og sjómenn í höfninni ganga vel.
Vegurinn yfir í Höfn hefur hins vegar ekki verið samboðinn allri þessari umferð, í raun einbreiður á löngum kafla og bratt fram í sjó. Nú standa hins vegar yfir framkvæmdir við að laga veginn. Hér aðgengilegasta lundavarp allavega á Íslandi, skulum við segja, og hefur bara í gegnum tíðina stækkað og orðið bara vel þekktur áfangastaður á Íslandi. Og þetta tímabil sem að lundin hérna í Hólmanum, sem svona cirka apríl til miður ágúst, að þá bara stöðugur straumur ferðamanna hingað. Og hingað liggur ansi mjór vegur frá þorpinu á Borgarfirði sem að hefur lengi verið barist fyrir að breikka. Gestir sem koma í Hólman hafa getað greitt frjálsframlög, en í sumar stendur til að skylda þá til að greiða gjald, sem nýtist til að byggja upp áfangastaðinn og vernda og rannsaka lundann. Öruggari vegur því tímabær, en framkvæmdum á að ljúka snemma í sumar. Fiskflutningar frá höfninni fara líka þennan mjóa veg og í þessum áfanga lagar Austurverk versta og þrengsta kaflan 1,2 kílómetra. Blindhæð var brotin niður og efnið notað til að breikka og styrkja veginn. Þetta svo sem ekkert búið með þessari framkvæmd. Þetta svona helmingurinn kannski eftir ennþá þegar þessu líkur, en kannski svona erfiðasti kaflinn klárast með þessu móti og við fáum tvöfaldan veg sem mikilvægt. Kvikmyndin Anora sló öllum öðrum við á Óskarsverðlaunahátíðinni í gær. Hún var bæði valin besta myndin og fékk flest verðlaun. And the Oscar goes to... Are they playing us off? No. Oh, maybe. Anora. Þetta var í 5. sinn sem fólkið á bakvið Anora var kallað upp á svið í gær. Myndin fékk 6 tilnefningar og vinningshlutfallið því nokkuð gott. Að minnstakosti skárra en hjá A Complete Unknown, ævisögulegri kvikmyndum Bob Dylan, sem var tilnefnd til 8 verðlauna og fékk engin. Anora fjallar nektardansmeina Anoru sem leikur listir sínar fyrir son rússnesks ólígarka á næturklúbbi í New York. Þau fella hugi saman og gifta sig, sem foreldrar hans heima í Rússlandi sætta sig hreint ekki við. Mikey Madison fer með hlutverk Anoru og hún fékk verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki. Hún hafði aldrei verið tilnefnd áður. Wow, this is very surreal. Forgive me, I'm nervous. I'm gonna read off of a paper, but... Sean Baker skrifaði handritið, leikstýrði og klippti og má þannig segja að hann hafi persónulega fengið fern Óskarsverðlaun í gær, sem met. Anora, Sean Baker! Myndin kostaði $6 milljónir í framleiðslu, andvirði rúmlega 800 milljóna króna, sem margfalt minna en flestir keppinautarnir. This film was made on the blood, sweat and tears of incredible indie artists and long live independent film. Yeah, okay, thanks. Adrian Brody fékk verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir kvikmyndina The Brutalist, Zoe Saldana fyrir leikkonu í aukahlutverki fyrir myndina Emilia Perez, Kieran Culkin fyrir leik í aukahlutverki fyrir myndina Real Pain og hinn brasilíska I'm Still Here var valin besta erlenda myndin. Bollur í þúsundavís af öllum stærðum og gerðum runnu ljúflega ofan í landsmenn í dag á bolludeginum. Krakkarnir á leikskólanum Hvammi segja rjóman það besta við bollurnar. Á bolludegi fer ég með bolluvönd á kreim. Gjörið þá vel! Á leikskólanum Hvammi í Hafnarfirði héldu krakkarnir bolludaginn hátíðlegan, margir með rjóma og súkkulaði út á kinn. Veistu af hverju við borðum bollur? Þetta er bolludagur í dag. Og ertu búin að bíða lengi eftir bolludaginu? Ég held það. Og ég sé að það rjómi alls þar, hvernig var bollan? Góður. Ég vil Nutella, rjóma og sulta. Og aðferðirnar við að setja á bollurnar voru alls konar. Og hvað er svona best við svona bollu? Rjómin. Rjóma og súkkulaðið. Og ætlar þú að borða margar bollur? Hvað ætlar að borða margar bollur? Það má bara borða eina. Ætlar þú ekki að borða neina þegar þú kemur heim? Nei. Og í bakaríinu var örtröð, enda bollu áhugamenn víða.
Ég er með einhverja gómsæta karamellubollu frá bakarameistaranum. Er þetta besta bollan eða hvað? Ég á ennþá eftir að smakka hana, en hún lítur vel út. Hvernig smakkast? Hún er bara mjög góð, sko. Sumir voru þó ekki alveg með á hreinu hvað var á disknum. Hún kom og fantaði með þetta fyrir mig. Ég get allt, það skiptir ekki máli hvað er. Heima það bara vatnsjúrsbollur. En við búum ekki hér, sko, þannig að við erum utan á landi og erum að fá okkur eitthvað að éta, þá var ekkert nema bollur að fá. Og er þetta alltaf jafn gott? Nei. Í Kastljósi verður rætt við Svanhildi Hólm, sendiherra Íslands í Bandaríkjunum, skipti landanna tveggja í ljósi breyttrar stefnu Donalds Trump í Evrópu. Þá verður rætt við Ólaf Elíasson, myndlistamann, og Kumi Naidoo, fyrrverandi yfirmann Greenpeace og Amnesty International, sem hefur fengið Ólaf til liðs við sig að fá ríki heims til að draga hraðar úr olíunotkun, og loks verður fjallað sýninguna Innkaupapokinn í Borgarleikhúsinu. En þá ætlum við að líta til veðurs, sunnan og suðaustan strekkingur og víða rigning eða slydda fram á nótt, en snjókoma á Vestfjörðum, hlýnar stund. Það snýst í allhvassa suðvestanátt undir morgun með skúrum og síðar éljum. Kólnar aftur. Lengst af þurrt á morgun landið norðaustanvert, en nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Mikil meiðslir hjá karlalandsliðið í handbolta. Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari valdi í dag 16 leikmenn fyrir 2 leiki gegn Grikklandi í undankeppni EM miðjan mánuðinn. Bara reynir á menn og hópinn að mæta einbeittir, fókusera til leiks. Dregið var í undanúrslit bikarkeppninnar í körfubolta í dag, en bikarvikan í Smáranum að þessu sinni. Framundan eru fjörugar viðuregnir. Það er allt hægt í bikar, skilurðu. Til í alvöru challenge í undanúrslitum. Og Haukar stefna hraðbyr í átt að deildarmeistaratitlinum í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. 3 umferðir eru eftir af deildarkeppninni. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Þá eigum við bara eftir að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 2 menn voru hætt komnir eftir að hafa lent í sjónum á Akranesi í morgun í óveðrinu sem gekk yfir landið. Annar þeirra er á gjörgæslu. Stór tjón varð á Granda í Reykjavík. Ísraels stjórn sakar Hamas að hamstra hjálpargögn sem koma inn á Gaza. Forsætisráðherra Ísraels segir tímabært að Palestínumönnum verði frjálst að yfirgefa Gaza. Óvíst er hvort þyrlur geti lent við nýjan Landspítala við Hringbraut. Þyrlulæknir segir brýnt að ákvörðun verði tekin sem fyrst, því líf liggi við. Já, það besta við bollurnar er rjóminn, segja krakkarnir á leikskólanum Hvammi í Hafnarfirði sem úðuðu í sig bollum í tilefni dagsins. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpinu og sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna nýjustu fréttir inn á ruv.is og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Segjum þetta gott að sinni og verið sæl.